Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, sæl eftir og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til mín er komin Hjálmtýr Heiðdal, formaður félags Íslands Palestína, að ræða ástandið á Gaza. Vertu velkomin. Takk. Það er ekkert lát á hryllingnum á Gaza. Það ætti svona öllum að vera orðið ljóst. Hann eykst frekar en hitt. Já. Það eru daglega fréttir alltaf af nýjum hroðaverkum. Síðast þegar sprengdu tjald blaðamannana, drápu sjúkraliðana og grófu það niður og reynda að fela glæpinn og ljúga til. Grófu bílana, meira að segja. Meira að segja, já. Ísraels hann náttúrulega með áralanga þjálfun í að reyna að ljúga og blekja og fær náttúrulega stuðning vestræna fjölmiðla eins í þessum dæmum. Já, og það er svona vel við á Íslandi sem annars staðar að fjölmiðlar hafa nú kannski ekki alveg verið að sinna svona skyldu sinni gagnvart þessu þjóðarmorði. Ég veit ekki hverja þeir telja að vera skyldu sína, en allavega hefur fréttastjóri Ríkisútvarpsins sagt að þeim beri skylda til að segja frá sjónarmiðum Ísraela og þeirri réttlætingu sem að þeir bera fyrir sig. Og maður getur nú bara ímyndað sér að þannig verið að eiga við ríki sem er komin út yfir öll mörk, búið að brjóta alla samninga, alla alþjóðasamninga og sáttmála eins og þeir bara leggja sig, og þetta er orðið bara svipur staða með Hitlers Þýskaland. Það er verið að bera blak af glæpamönnum og það vita allir að þeir eru glæpamenn. En þetta eru glæpamenn sem að njóta mikil stuðnings frá fólki sem að segist styðja mannréttindi, en þetta er rosalega afhjúpun hvernig alþjóðasamfélagið bregst við. Það er ekki mörg ríki sem að hafa tekið einhverja afstöðu og alls ekki í ríki á Vesturlöndum, og Ísland hefur bara verið með svona mótmæli, en það er engar aðgerðir. Það er bara hort upp á sívaxandi fjölda barnadrepin, og það er eins og að Ísrael sé ósnertanlegt, og alltaf veldur að Bandaríkin, þetta sterka veldi, stendur á bakvið þetta borgarbrúsan. Og svona við þá með óbeinum hætti með stuðningi okkar við Bandaríkin. Já, þegar að því kemur að Alþjóðadómstóllinn kveður upp sinn úrskurð þjóðarmorð, sem að liggur náttúrulega beint við vegna þess að þeir telja það sem gerðist fyrir þó nokkru vera líklegt þjóðarmorð. Framhaldi hefur náttúrulega verið bara skýrt þjóðarmorð, og það er náttúrulega í þessum sáttmálum gegn þjóðarmorði, þar er mjög skýrt kveðið á það að öll ríki sem hafa undirritað sáttmálan, þau eiga að koma í veg fyrir þetta. Annars eru þau beinlínis samsek, og tala ekki þær þjóðir sem er að senda vopn, eins og þjóðir eru Bandaríkjamenn og Ítalir og Bretar. Nú viðkennir Ísland tilvist Palestínu sem ríkis, hvenær var það? 2011. Já, og maður velti fyrir sér svona einhvern veginn að það hlýtur að hafa einhverja þýðingu, en svo virðist ekki. Það virðist ekki hafa eina einustu þýðingu, vegna þess að þegar að eitt ríki ræðst á annað ríki, eins og Rússland ræðst á Úkraínu, þá er reynt að stíga niður fæti, og það er samnast saman og hafa þeir fram í efnaðarsþvinganir og alls konar sniðganga, íþróttasniðganga, pólitísk sniðganga, menningarsniðganga. Það gildir ekki Ísrael. Ísrael hefur ótrúlega sterka stöðu, bæði hjá svona efri lögum stjórnmálastétta á Vesturlöndum og hjá öllum megin fjölmiðlum. Við höfum til dæmis Moggann hérna á Íslandi. Morgunblaðið er beinlínis stuðningsaðili í Ísrael. Það kemur mjög oft fram í alls konar greinum og í leiðurum og bara nefndu það. Og allt þetta, þegar að því kemur að dómurinn liggur fyrir, þá náttúrulega
verður hann kannski ekki, hún verður kannski ekki flaggað, ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig menn alltaf bregðast við. Nei, þú nefnir íþróttasniðgöngu. Nú er það íslenska handbolta landsliðið okkar, hvernig megin að keppa við Ísrael í Kyrrþey? Já, sko við í félaginu Ísland-Palestína við erum búin að við sendum bréf til forystu HSÍ og á öll aðildarfélög HSÍ og fullt af öðru fólki, þjálfara og fleira. Við sendum bréf þar sem við röktum brot Ísraels og afstöðu íþróttahreyfingarinnar til mannréttinda að það á að styðja mannréttindi og ef að Ísrael kemst upp með að brjóta þessi mannréttindi Palestínumanna trekk í trekk þá eiga íþróttafélög samkvæmt sínum eigin samþyktum og samþyktu alþjóða Ólympíusambandsins og Íþróttasambands Íslands og bara nefndu það mjög skýrt. Þau eiga að bregðast við þegar það er verið að brjóta mannréttindum. Ísrael hefur ástundað það að drepa palestínska íþróttamenn. Til dæmis að fótboltamenn skjóta á því fótinn sem er alltaf mjög svakaleg aðgerð og það kemur ekki bofs frá íþróttarhreyfingunni. Það er búið að skora á FIFA að reka Ísrael úr FIFA eða úr, knattspyrnusambandinu. Það er ekki gert. Og það eru ýmis félög eins og til dæmis í Nóri, ég man ekki hvort það er knattspyrnusamband Nóri sem hefur farið fram á þetta og sjálfsagt fleiri, ég þekki það ekki en það er örugglega íþróttarhreyfingar víða heim sem að benda á þetta og reyna að gera eitthvað í því en íslenska íþróttarhreyfingin hún bara leikur sinn leik eins og ekkert hafi skorist og það er rosalegt að vita til þess að fólk geti sniðgengið svona hrylling. Af því það er ekki bara sniðganga þannig að sniðganga Ísrael. Það er hægt að sniðganga líka bara veruleikan með því að loka augunum fyrir því sem er að gerast. Og þetta gerist bara hábært á dag. Og já, það er mitt handknattleikssambandið svona félag svo bak við þetta hafi verið fyrirskipanir frá ríkislögreglustjóra sem hafi haft áhyggjur hérna á öryggi á vettvangi því að nú eru þeir sem að mótmæla þjóðarmorði svo óbærslega óstýrlátur hópur. Já, þetta er alltaf undanhald, ágætis undanhald. En þá viðurkenna þau eru í drullupolli, þau eru að gera eitthvað sem á ekki að gera. Af því að ef að lögreglustjóri telur að einhverju muni gera eitthvað sem að sé ekki gott fyrir íslenskan málstað eða íslenska íþróttarhreyfingu eða hvað sem er, þá eru þeir að viðurkenna að það er eitthvað að. Þetta er ekki eðlilegt að vera að keppa við þjóð sem er ástundar þjóðamorð. Þeir viðurkenna það í verki, þeir loka vellinum, það fær ekki að vera þarna, af því að það var ekki að styggja þessa ísraelsku íþróttamenn eða konur sem eru sennilega flestir hermenn af því að það er herskylda í Ísrael og margar þeirra gætu hafa verið að Gaza. Við getum ekki sagt til það, en það eru mikla líkur á því vegna þess að ísraelski herinn er búin að vera þar þennan tíma og hann hefur verið í vandræðum með mannskap, þeir hafa orðið að draga, kalla út mikið af varalið og þess vegna er bara ekkit ólíklegt að hluti þessara stúlna hafi verið á Gaza. Það er hryllilegt að hugsa til þess. Það er einhverjar fréttir það svona óljósar að löndin, svona hinn vestrænu lönd og Evrópuríkin séu með einhverjum hætti að draga til sín fólk sem hefur sérstök tengsl við bara við löndin. Það er að segja að náðum einhvern veginn út á Gaza. Hefur það heyrt eitthvað af þessu? Nei, ég hef ekki heyrt það. Nei. Hérna, þetta er svona, ég hef heyrt aðeins af þessu sjálf en svona ekki fengið alveg staðfest hvernig, þannig að ég velti fyrir mig hvort þú hefur heyrt þetta. En hérna, það er skelfilegt ástand að Gaza, það hefur ekki komist inn neyðarvistir og það er ófremdur ástand. Trump er búinn að gefa það beinlínis út að nú eigi bara að jafna þarna allt við jörðu og búa til einhvers konar glæsi byggingar við ströndina og hérna og maður velti fyrir sér þú sem að þekkir fólk á Gaza hvernig horfir þetta við þér? Sko, Palestínumenn fólki í Palestínu er ótrúlega seigt
hefur ótrúlega baráttu vilja og búið að standast ótrúlega raunir. En það spurning hvað lengi fólki þolir þessa stöðu árásir og alltaf stöðu fréttir af því að heimurinn kemur ekki til með að skipta sér af þessu. Þeir hafa frítt spil, morðingjarnir, og hugmyndin hjá Ísraelum náttúrulega fyrst og fremst að hreinsa Gaza, að ná Gaza. Og þó að vitlýsingurinn Trump sé þarna inn í dæminu með sínar ruglhugmyndir, að þá það rauninni það sem að Netanyahu og hans fasista lið stefnir að, það að koma Palestínumönnum bæði af Vesturbakkanum og af Gaza. Og þeir notaða náttúrulega þennan meðbyr sem þeir hafa frá Vesturlöndum og spurningi hvað geta þeir gengið langt. Þeir rekja fólki núna úr einum stað í annan. Það eru sífelldar loftárásir og eins og segir, það kemur engin hjálp, engin matvælahjálp, það ekki neitt sem að þeim berst og búið að vera núna í marga vikur. Ég veit ekki alveg hvernig þeir klára sig af þessu, hvernig þetta fólk stenst þessar miklu raunir, en mér sýnist að það sé mjög seikt í þessu fólki. Það búið að sanna það í gegnum áratugina og svo kemur á móti að í Ísrael ekki gott ástand. Það töluverð upplausn í Ísrael. Það náttúrulega bæði út af því að það eru fasistar við völd og það náttúrulega ekki allir Ísraelar sem að geta samþykkt þær breytingar sem þeir vilja gera, til dæmis svona dómskerfin og frelsi fjölmiðla og svona ýmsu sem að á að tilheyra lýðræðisþjóðfélagi sem náttúrulega Ísrael hefur aldrei verið. En síðan að til dæmis að ýmsar tekjulindir eins og ferðamennskan, ferðaþjónustan, hún engin. Það stór tap. Það mikið af fyrirtækjum sem hefur orðið gjaldþrota út af ýmsum svona efnahagskrankleikum og vegna þess að það búið að kveða svo marga í herinn að þá eru fullt af fyrirtækjum sem hafa lent í vandræðum út af bara því að starfsliðið á Gaza að drepa fólk. Svo það mjargt sem að steðjar að Ísrael. Spurningin náttúrulega hvað þeir halda út í lengi og hvað Bandaríkin gera, hvað Trump gerir. Hann náttúrulega víst til með að gera alla þá vitleysu sem hægt að hugsa upp og þar á meðal að auka styrkin við Ísrael til þess að hindra það að þeir verði bara efnahagslega að verði hrun reynilega. En það tekur tíma og þetta fólk á Gaza, það hefur ekki svo mikinn tíma. Þannig að hvað gerist á næstu mánuðum, það náttúrulega mun versna ástandið. Þeir halda fram að rekja fólki úr einu stað í annan. Þeir eru sennilega að reyna að hreinsa alveg norður Gaza og taka það bara hreinlega yfir. Hafa tekið Rafa, ekki satt? Þeir eru búin að eyðileggja Rafa og eins og við sjáum bara á þessum myndir sem að eru koma frá Gaza, þá eru þeir búin að eyðileggja allt sem hægt er að eyðileggja, nánast. Ég sá aukstar þeir hefðu byggt þannig eitthvað skonar vegg, þeir væri búin að svona stúka Rafa af, þannig að það svona litla líkur á að fólk komist aftur ángað. Já, þeir gera þetta, þeir nota jarðvitur rosalega mikið, til dæmis eins og bara gera á Vesturbakkanum, þeir keyra í gegnum þorpin og plæja upp göturnar, lagnirnar, vatnslagnirnar. Þetta er svo ótrúlegt, sko, þetta er svo mikið vonska, þetta er svo mikil mannvonska sem að stýrir þessu fólki og ég veit ekki hvað er stór hluti í Ísraela sem stýður þetta, en það er mikill meirhluti. Þetta er gjörsamlega, hann sagði Norman Finkelstein, hann sagði að þetta væri bara satanísk þjóð. Það er mjög sterkt orð. En þetta er ályktun manns sem er sjálfur að gyðingættum, gjörþekkir ástandið og það eru fleiri sem að tala þetta, sem sagt að ég var að sjá eitthvað í dag á YouTube þar sem að maður var að fjalla þetta og hann segir bara að þetta eru demónar, djöflar. Það haga sér náttúrulega ekkert venlegt fólk sér svona að þeir drepa börn í 2000-tali og sína það sjálfir. Já, það er mjög... samaberið mitt, 2 ára
dreng sem það voru birta myndir af þannig sonarsinni Hamasliða sem að þeir sögðust stoltir hafa drepið en drengurum var 2 ára. Al Jazeera er búið að gera þarna heimildamynd sem að þeir nafngreina fullt af ísraelskum hermönnum sem að brjóta verða með stríðsglæpi, brosandi, sprengjandi upp á háskóla og þetta er svo ótrúlegt að horfa upp á þetta og það að þetta skal vera á vitorði ráðamanna Vesturlöndum. Þeir komast ekki hjá því að vita þetta en þeir kjósa að gera ekki neitt og við erum búin að fórum á fund utanríkisráðherra. Við lögðum á borðið plögg það sem að við bara röktum hvað Ísrael er búið að gera alla þá samningar sem við erum búin að brjóta og allir hróðaverk sem við erum búin að framkvæma og Þorgerður Katrín, hún er alveg vel meðvituð þetta. Hvað þau ætla að gera, það er ekki hægt að segja til það. Þau eru náttúrulega búin að skrifa sterk bréf, en það er ekki nóg. Það er eina leiðin er að þjóðir takja sér saman og setja Ísrael í sömu stöðu og gera við Rússland. En það er engin hreyfing í þá átt. Það er einstaka lönd í Evrópu, Spánn og Írland sem að tala svona heldur skýrara en ég meina eins og Þýskaland það sem er bara bannað að styðja Palestínu það getur verið handtekinn fyrir að vera með svona klút eins og ég er með þetta. Já, og þú kannski sér okkur aðeins frá þessum klút? Já, þessi klútur ég eignaðist hann árið 2009 þegar að ég og Sveinn Rúnar og fleiri ásamt Össuri Kristnisinni fórum til Gaza með gervifætur. Það var í maí 2009 eftir stóra árás sem hafði verið áramótin 2008-2009 og við vorum meðal annars í boði hjá borgarstjóra Gaza og þá gaf hann mér þennan klút eða okkur og ég er búin að geyma hann vel þannig að það er smá blettur á hann og þú átt sökin á því og kannski ekki að segja frá því. Það voru einhverja slettur allavega. Já, en hann er sæmilega hreinn. Já, þetta er fallega klútur. En svona fyrir almenning og ég meina, sko, nú er ég einhvern veginn búin að standa í einhverju svona framvarðasveit aktivista í svo langan tíma og maður finnur það, maður er farin að brenna upp og þá einhvern veginn og maður ímynda sér að þannig sé eiginlega bara vel flestum farið að líða. Hvað eigum við að gera? Ég byrjaði að stúdera Palestínumálið 1975 og ég var 80 ára þess ári og ég er ekki hættur. Þetta kemur yfir mann svona vonleysi, svekkelsi en mér sýnist ekki að það sé í boði af því að málstæðurinn er svo sterkur og málstæður síónista er byggður á lygum og blekkingum og glæpaverkum og það er bara mjög óeðlilegt að fólk geti setið hjá. Það virkar náttúrulega fyrir glæpina eða glæpa fólkið, glæpa mennina. Sko Palestínufélagið er búið að starfa síðan 1987, stofnað sama ár og Hamas og það hefur starfað með miklum krafti, það er búið að starfa mjög miklum krafti núna síðan 7. október og félagatalan hefur tvöfaldast og við erum búin að standa fyrir yfir 100 aðgerðum og við erum ekki hætt og við erum halda áfram til dæmis að djöflast í íslensku stjórnvöldum. Við skrifuðum, eins og ég sagði áðan, við skrifuðum HSI, öllum aðildarfélögum bréf, mjög ítarlegt bréf, með mikilli og greina góðri skýring á því hvað er búið að gerast og hverjar eru skyldur íþróttasambanda, íþróttamanna, íþróttahreyfinga. Fengum aldrei svar. Ekki neitt? Nei, hverju er að svara? Nei. Já, þetta má ekki blanda saman íþróttum og pólitík. Ok, þið eru nú að því þarna á morgun, ég hafna fyrir því. Þið eru það að blanda saman íþróttum og pólitík. Já, svona með því að taka þessa afstöðu, að hleypa fólki þó ekki allavega að. Já, þeir náttúrulega eins og ég segi, sko, þeir eru á undanhaldi með þetta og þeir kunna kannski ekki að skamma sín, en þetta er ekki sérstaklega góð staða sem HSI er í.
þeim náttúrulega býðst ekki að velja sér andstæðinga, það dregið andstæðinga og það fjárhagslega mjög erfitt fyrir þá að hætta við þennan leik, ég veit það. En hvenær eiga peningar að ráða mórálskri afstöðu? Einhvern tímann eiga menn að stíga á stokk og taka afstöðu. Það er náttúrulega fullkomlega fáránlegt að vita af einhverju sem verið að gerast í næstu íbúð við það að vera að drepa fólk í næstu íbúð og þú ætlar bara hækki sjónvarpinu. Ég veit ekki hvað ætlar að gera en þú veist af því og kannski eftir svona fólk svona með svona litla samkennd kannski skortir samkennd. Það er alltaf að tala Vogue. Ég skal bara vera Vogue ef það þýðir að ég hef samkennd og samúð og samstöðu með undirókuðu fólki, þá skal ég vera Vogue. Ef að Vogue þýðir eitthvað annað, mér heyrist þau, það hefði nú mitt verið þessu herbergi verið að útskýra Vogue og einhvern annan hátt. Þá bara sleppum við því orði og notum bara önnur orð. Samstæða, samkennd, meðöngun, ekki meðöngun, það er náttúrulega kannski ekki svo tilfinning sem að maður hefur, heldur fyrst og fremst viljan til að sýna samstöðu og til að berjast fyrir því að fólk hafi sín mannréttindi og sé ekki fótum tróðið og drepið. Palestínst fólk sem hér á landi og býr við svona ákveðu öryggi það nú og hópur hér sem að fær ekki dvalarleyfi og er svona lítið, það hefur einhvern veginn lítið hreyfst í þeirra málum. Væri ekki eðlilegast að veita þeim skjól sem eru hingað komnir? Jú, það væri náttúrulega alveg eins og gert með Úkraínu fólkið. Þá náttúrulega á að taka afstöðu til Palestínumanna út frá þeim aðstöðum sem að þeim eru búnar. Og alveg eins á Reykjavíkurborg að flagga Palestínu. Þeir flagga fána Úkraínu. Þeir eru búin að gera það í langan tíma. Já. En það er eitthvað sem að hvers vegna vilja þeir ekki setja Palestínu fánan upp? Hvað er það sem hindrar? Er það einhver ótti? Er það samstæða með Ísrael? Það kemur alltaf þannig út að þeir sína ekki ótvíraða samstöðu með þeim sem verið að drepa. Það er mjög skrítið. Auðvitað kunna menn að segja alls konar hluti til þess að segja að við getum ekki gert það út af einhverju. En það er bara ekkit í boði að vera með einhverja svona útskýringar sem að þegar að veruleikin er svona. Það bara, þú hefur afstöðu, þú tekur afstöðu, þú ert með, þú ert á móti. Ef þú ert hlutlaus, þá ertu með. Já, það er ekki til sem heitir hlutleysi í þjóðumorði. Nei, ég kem ekki auðvitað á það svigrúm að menn hafi það svigrúm til þess að segja bara að ég loka augunum, ég tek fyrir eyrun og ég segi ekki bóps. En það verður bara til þess að morðingin getur haldið áfram sinni iðju. Þetta er ekki flókið. En svona lókum ef þú getur komið hérna bara, ég ætla að biðja þig bara fyrir skilaboðum til handboltastúlknana okkar sem að ég eiga að fara að keppa við morðingja, barnamorðingja, mynda barnamorðingja á morgun eða hinn, ég man ekki hvað dag. Já, ég segi að þær taka þá afstöðu eftir því sem ég hef lesið að þetta sé brennið leikurinn og að þær hafi ekki valið þennan andstæðing. En það er bara þannig að þetta er andstæðingur sem að öll þjóðin, allur heimurinn veit að ástundar þjóðarmorð. Það er miklu stærra mál heldur einn andskotans leikur í einhverju íþróttakeppni. Þess verður minnst hvernig þær brugðust við. Ef þær hætta við leikinn, þá verður þeirra vegur því meiri, þeirra aðgerð því stærri. Eða spila þennan leik, hvort sem vinna hann eða tapa honum, þá skipta það engu máli í stóra sammynginu. Það er bara einn leikur. En ef það hafa dug og hjarta til þess að taka afstöðu gegn þessu og ganga velli, þá verður það að taka skref sem að verður minnst.
Takk fyrir þetta, Hjálmtýr Heydal, og takk fyrir að vera hérna með okkur og svona gefa okkur smá update svo ég sletti nú á ástandinu á Gaza sem er bara áframhryllilegt. Takk fyrir mig. Takk hella og tók ég við þegar meira hér handan við hlið. Þarstan á tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.